gestir. Ég verð ekki verið að mála einhvern hér í kvöld en það er outfitið segja svona mest. Þá ætlum ég bara að kynna liðið mitt. Frumalandi er miðbæi legendið Sigurbjartur Sturla Atlason. Meðmælandi okkar mun þú ekki vilja hitta í myrku húsasundum helgar, Katrín Ásmundsdóttir. Stuðningsmaðurinn okkar reyndi einu sinni að drepa mig, Katrín Helga Andrésdóttir. Sjálfur veit ég Jón Pétur Þorsteinsson og liðstjóri, góð skemmtun. Fundarstjóri, andmælendur, dómarar, stöðum mínu og herrar. Í tælum hennar, í gegnir ríktir damen og herrar. Liðið mitt er þannig skipað. Meine team is errant. Frumælandi, Hekla Karen Steinarsdóttir. Meðmælandi Helga Hafsdóttir. Mittsprængin Helga Hafsdóttir. Stuðningsmaður Jón Axel Svársson. Jón eins og hann hvernig hann alveg á hreinu. Útvarpsstjóri Jón Axel Svársson. Sjálf heiti ég Olga Hólm Gústafsdóttir og er liðsstjóri. Sjálf heiti ég Olga Hólm Gústafsdóttir und ist Teammanager. Fundarstjóri, dómarar, rafmændur og góðu gestir, ég heiti Sigurbjartur. Og ef að þið í FVA haldið því þessi komin hingað til að vera eitthvað hrokafullt borgarmann sem er ykkur í stórum kvikmyndum og er með æðislega rödd. Hafið það verið rétt fyrir. Það vill alveg svo til að fyrir þessa keppni hafi ég aldrei komið út á landið. En þegar umræðin lá fyrir þá bara ákvað ég að fara út í náttúruna. Ég sannfærði við minn hann Rektum Steffsson að koma með mér. Við tókum með okkur einhverkóla og croissant sem að við siðmenningur byrjum þetta fram croissant. Við sigldum til bæjarins Geysir, ef mér minnir rétt. Og það getur fullt af ógeðslega nettu dóti. Skoðum byggðasögn, fórum 4 sinnum í sund, alltaf mismunandi laugar. Og svo gistum við í svona bóndagistingu sem hann Hjalti í Höfnalín mætti með. Það fengum við heimalagða tæra bananasúpu og mjólkbindur kunni. Sem var þetta alveg eins og Beitur Fermin, en ég meina, in top nice son of a bitch. Ég vaknaði fremur snemma á morguninn eftir. Á
ábyggilega rétt eftir hádegi. Gekk fram og sá að bændinn hafði sofnað í sófanum. Ég steig sporri léttur fram í dyragættina og bankandi sveitasælan hafði tökum á mér og ég sveif eins og í draumundum dyrnar, þeytti með skónum á sokkunum og hljóp berfættur út í morgundöggina og baðaði út höndunum. Ég var frjáls í fyrsta skipti. Ég sönglaði við sólarupprásina eins og lítil, feit 16 ára stelpa sem fær hlutverk í leikrit. Ég fór úr að ofan og gerði nokkra engla í maðurveginn. En loks reisi ég á fætur og horfði til fjalla og sá hvernig dalaþokan var í felum. Eins og pínulítill nauðgari í bankastrækjum. Spurningin brann á vör mín, líkt og eldsýra. Vil ég búa hér? Vil ég bara flytja frá Reykjavík og hingað út á landsbyggðina? En ekki leið löngu það til að golan, sveitagolan hvíslaði svarinu blíðulegi í eyrað á mér. Nei! Alveg pottþétt ekki. Og nei-kerfið, það hann snögglaði upp fyrir mér að þrátt fyrir ég elski landsbyggðina, þá bara svo miklu betra að búa í Reykjavík. Og þið veltir kannski fyrir ykkur af hverju ég segi það. Hægt að segja að það sé betra að búa einum stað en öðrum? Ég sé spurningar kristallast fyrir í hugum ykkar sem ýða af sakleysi. Eins og allsber 11 ára strákur að borða kleinur. Það gerir líf á einum stað betur en á öðrum. Auðvitað ýmis atriði persónubundin, en við getum þá hæglega nefnt nokkur sem gera búsetu og líf ákjósanlegri á einum stað en öðrum. Það fyrsta sem við getum staldra við öryggi, hvort það er líkamlegt og félagslegt. Við vitum að það er betra að búa í Íslandi en í Kongó vegna þess að það mun öruggari í öllum skilningi. Nú er landsbyggðin ekkert eins og Kongó og liðin á Reykjavík, en það er hins vegar staðreynd að öryggisfólks er langt meira í Reykjavík. Það er ekki snjóflóð, eldgos, dýraníkarar og svo framvegis. Heilbrigðisþjónusta og löggæsla er fjölbreyttari, þróaðari og aðgengilegri miklu betra í Reykjavík. Það sama gildir félagslegt öryggi. Og hvað er svo fleira í góðu lífi? Jú, það eru tækifæri fólks til að uppfylla áhugamál sín, rækta markmið. Sko hér á Akranesi hafði það verið eflaust úr ýmsu að velja. En það er samt miklu minna val á landsbyggðinni en í Reykjavík. Það er bara staðreynd. Það er dæmis erfitt fyrir mann sem býr á Hvolsvelli eða Reyðarfirði að vera rosalega góður breakdansari. Hann hefur einfaldlega ekki möguleikann á því. Í Reykjavík getur maður aðeins menntaskóla, frekara framhaldsnám og atvinnutækifæri eru margfalt fjölbreyttari út á landi og svona getum við haldið endalaust áfram. Það er betra að búa í Reykjavík að því leyti að það er alltaf miklu meira val í boði. Reykjavík býður nefnilega upp á alla möguleika stórborgar, en er samt aldrei yfirgefandi. Reykjavík er ein öruggasta borg heims. Reykjavík er tenging Íslands við alheiminn og Reykjavík er staðurinn sem við viljum búa á ef við höfum einhvern metnað, einhvern markmið og viljum búa eitthvað spennandi til og upplifa alvöru mannlíf á Íslandi. Sko við erum eitthvað fínum á landsbyggðinni. Þessar sundlaugar og bónda og allt þetta karlmanni að drast. Og jafnvel þó einhver Akurnesjur langi bara frekar að búa út á landi, þá er þið bara sætt ykkur við það að það er betra að búa í Reykjavík út frá öllum almennum mælikvörðum. Og ef þetta er neitað því, þá erum við frjáls að lifa í lífinu. Fundarstjóri dómarar, andmælendur, dömur mínar og herrar. Þú kaupir ekki hamingju. Þú kaupir heldur ekki lífsgæði. Þú kaupir ekki náttúruperlur. Þú kaupir ekki ómengri andrúmsloft. Þú kaupir ekki biðraðalausa verslanir. Þú kaupir ekki vináttu og námykærleika. Þú kaupir ekki samstöðu bæjarbúa. Mér líður afskaplega vel að vita því að ég anda mig hreinna á lofti, drekk hreinna vatn og eyði færri tímum í biðröðum heldur en Reykvíkingar gera. Lífið á landsbyggðinni er ekki bara auðveldara og þægilegra heldur en Reykjavík. Það er bara svo miklu hamingjusamara, huggulegra. Ástæðan fyrir því að mér líður vel á landi til dæmis það er alltaf að ganga klukkunar. Fólk er ekkert að stressa sig og maður getur gert allt sitt á sínum hraða og þegar manni hentar. Ég vona að Emma fari ekki að traumanast á því hvað það sé gott að hafa kringluna í næsta nágrunni heimilisi. Ef ég vil fara í kringluna, þá bara geri ég það. Ég bý nú ekki langt frá. Þetta er hálftíma akstur. En þeir sem búa í borginni tala kringluna sem eitthvað svakalegan lífskjarakost. En þeir mega bara gjöra svo vel að búa í mengununa og hávaðan sem er þetta kring. Ég vil það bara ekki. Ég vil geta farið í kringluna og svo fer ég bara heim í hreina lofti. Ég á eftir að dusta svifryk eða nýja frakkan sem ég kaupi mér næst í kringlunni eftir að leita að bílastæði í svona 7 korter. Það eru vandamál allsstaðar. Það er algjörlega óháð landshlutum. Vandamálin eru bara mismunandi að stærð og gerð. Vandamál Reykvíkinga er til dæmis mun stærri og verri heldur en vandamál íbúa landsbyggðarinnar. Hamrahlíð vill meina þessi löstur frekar en kostur að þekkja þetta bæjarbúa. Það er ekki slæmt að geta röltið við næsta hús og mikið marvilaðal á Nýja Gunni Gömru.
daglegum basis og vonum bara að Jón Stóri kíki til heimsókn á morgun. Og svo megi ennfremur ekki gleyma því að þeir taka ansi stórt upp í sig að vera hafnmála allri landsbyggðinni. Ég hefði alveg skilið þá eða þeir bara tekið umræðið, það er betra fyrir Reykjavík heldur en á Akranesi og það er líklega orðið nokkuð jöfn keppni. En nei, þau ættu sér bara að taka alla landsbyggðina af lífi með kómík og rugli. Við erum að tala um staði eins og Akureyri, Ísafjörð, Egilsstaði, Vestmannaeyjar og alla hina. Öll landsbyggðin, gott fólk. Ekki Akranes, heldur öll landsbyggðin. Það þarf með einhverja leiklistarhæfileika til að kreyfa sig í gegnum þetta verkefni, get ég sagt ykkur. Ég geri fasta ráð fyrir því að NH-ingar munu hér í dag tala um fólksflótta frá landsbyggðinni og yfir til Reykjavíkur. Hvaða rugl er þetta? Þeir sem búa út á landi það nógu gott og vel vilja eingöngu heimsækja stórborgina Reykjavík en vilja alls ekki búa í fjöldanum, stressinu og menguninni þar. Svo til að negla síðasta neglan í líkustu NH-ingar strax yfirstu ráðbúr Skagamanna þá eru íbúar Reykjavíkur 101 menn færri þann 1. desember 2010 með 1. desember 2009. Á sama tíma eru margir staðir landsbyggðarinnar að bæta í. Akureyri, Reykjanesbær, Árborg, Fjarðabyggð, Vestmannaeyjar, Ísafjörður, Fljótsdalseyri, Grindavík, Hveragerði, Sandgerði, Vogar, Ölfus, Bolungarvík, Stykkishólmur, Strandabyggð og Blönduós. Þeir eru meðal staða á landsbyggðinni þar sem fólksfjöldinn er að rísa. Bara svo nefna örfá dæmi sem gerst að djúpsteikja málstað Menntaskólans á Hamri. NH-ingar munu eflaust ekki stoppa það að tala hversu mörg sveitarfélög á landinu eru. En þeir eru 76 talsins og mörg þeirra með færri en 1000 íbúar. NH-ingar geta ekki klingt fámenni sveitarfélag á okkur og tala um þessa slæma hlut í því samhengi. NH-ingar munu nigga duglega við menningu út á landi og geta eflaust að tala um að fyndi þegar landsbyggðarplásin eru með sín bingokvöld, hægvinnukvöld og ljóðaöflustur. En ég veit ekki betur en að bingo í Vinabæ sem er fjölsóttari skemmtunum í Reykjavík. Og svo veit ég hvort að kafandi með búlverum og tælendingum á laugunum sé eitthvað flottari menning heldur en hægvinnukvöld á Vestfjörðum. Og já, ef krúsíbúl NH-ingar reyna að tala um héraðsmót eða hnappakvöld og reyna að vera fyndin, þá gubba ég. Hamrahlíðarforum getur eflaust sett skemmtileg dæmi sem lyftingarnir reið sig alfarið á afkomu eins fyrirtækis í bænum, eins og til dæmis frystihús eða síldaverksmiðju. En hvernig í dauðanum getur það verið neikvætt? Er ekki betra að þetta fjölskylduvænt þar sem eitt fyrirtæki getur haldið mörgum uppi í staðinn fyrir að allir sé að vinna fyrir samsteypurísa í Reykjavík? Það sem enginn sjáir er að baki starfsemina og yfirmönnum er svo skítsama starfshúsið að það hálfa verið hellingur. Góða fundamenn, við höfum að vera stolt af heimahögum okkar. Og ef gefur ykkur í plássið þar sem ríkir meiri vinátta, meiri samvinna, hreinna loft, meiri nánd við samfélagið og minni líkur á slagsmunum við útúrdópað fólk, þá bara leyfi ég mér að segja landsbyggðina og vera stolt af því að alast upp í slíku samfélagi. Ég er stolt af því að geta lifað í sátt og samlyndi við nágrannana mína og þekki þá alla með nafni. Ég er stolt af því að vera landsbyggðartúkur. Fundarstjóri, dómarar, gestir, sveitin var náttúran, að gera sér það í Norðurland og skoða esuna, að finna eilina nýsleiknum grasinu og njóta þess fram fyrir alvarlegt frjókvöldunum á víðáttufælni. Já, sveitin, drullugir og holóttir vegir sem hlífa engum, skemmtilega bóndafólkið og sætir löggjur sem heilsa þó þessi kortir í slátrum. Ó landsbyggðin, já, ég get alveg þeirra sem eru búið á landi. Náttúrufegurð, fossar, kyrr, svartætti, alltaf og flýsbúsur. Ég myndi vakna orða klukkan 5 til að ná ferðinni í skólann. Það er klukkan 7 og við myndum spjalla útvarpsþáttinn Bóndakveld sem var aðeins. Sérna ekki í ferðina heim og smala og mjólka sem ég fyrir hverjum einasta degi en fær samt aldrei nóga. Bara basic bóndastöf, þið vitið. Eftir það fengið við gamla vinir um 5 árs lambi í kvöldmatt og fengið svo hættarflöður að endurspilun af Bóndakveld. Síðan fengið ég kannski kampínu og þess vegna svo langt í næsta bæ og ekkert símasamband myndi ég deyja úr höfuðkúpusýkingu en hei, hver var læknir þegar maður á flíspissum? Ég myndi að bjóða dauðan velkomin, það er ekkert í lagi því að ég hef átt svo gott líf, ein, með sjálfur mér til þess að vera stóra 100 ári einsemd og þannig myndi ég deyja hamingjusöm í friðsætninni, langt frá allri siðmenningu en samt stuttur næstu sundur. Og endanum sem einstaklega fyrir heimsókn aldrei myndi líka drotna og ég hljóta þann heiður að blanda stjörninni sem ég lifði á og ekki fyrir eftir nema beinagrindir glýslu sem eftir bóndasamt. Ó landsbyggðin, landsbyggðin í 1000 ár. Einhver? Nei? Já, það væri rosalega auðvitað þessi keppni getur bara snúið hvað okkur finnst. En það er bara svo, þráttur að mörgum finnst landsbyggðin alveg merkjum eins og mér, þá kjósa alltaf fleiri og fleiri að búa í Reykjavík. Og einhverjum tímapunkt í þessari umræðu var því knúin til þess að spyrja. Af hverju stafa þessi miklu dreifbýlisflótti sem við vitum öll til staðar?
Hvers vegna eru byggðir víða land að koðna niður? Það alltaf fleiri og fleiri. Ungt fólk á landsbyggðinni sem ákveður að flytja til Reykjavíkur. Það vildi kannski fremur búa áfram í heimabyggð sinni en samt flytja til höfuðborgarinnar. Og það kannski einhver tilviljun? Það vegna þess að verra fyrir það að búa í Reykjavík? Það vegna þess að færri mennta og atvinnutækifæri, fábrotnara mannlíf, færri möguleika til að gera hlut skapandi og lífsgæði verði yfir höfuð í Reykjavík? Þið vitið hvert svarið Fólk flytur til Reykjavíkur því það veit að býður þeirra betra og innihaldsmeira líf. Hekla tala hávan bílan og mengun Reykjavík. Hekla ekki reyna, Hekla þetta ekki Reykjavík sem notaður, ekki Mexíkóborg. Ekki reyna að mála Reykjavík sem einhverja milljónarra stórborg. Það blekking og bæði móti við mig, fólkið í salnum og móður mín en hún mjög sár yfir þessu. Hekla sagt ekki fleiri á landsbyggðinni sem Reykjavík og einhvern veginn verður það góð mæleining á hversu gott það að búa einhverjum stað, hversu margir búið þar. Vissulega, það hárrétt, en því miður misskiptir eitthvað staðreyndirnar því það búa aðeins 37,4% Íslendinga á landsbyggðinni en 37,6% þeirra í Reykjavík sem gerir rúst upp á ca. 0,2%. Hekla tala um að hún gæti bara keypt í Reykjavík til að fara í Kringluna. Hekla þetta dæmi virkar að lesa í báðar áttir. Þá getur við alveg skipt út á land til þess að skoða náttúruna. En það breytir því ekki að mikið meira sem þið þurfa að sækja til að brjóta mikið ykkar. Hekla bara í raskat, æ nei, þú ert það. Því að þú getur aldrei gett neitt á þess að allir þorfinni sem að tala það. Oh my god, veistu hver heita bjóðs fram til stjórnlagaþings? Jón Axel. Kæri borgarstjóðarsveitungar, fólk sem býr út á landi örugglega hamingjusamt. Afríkubörn finnst líka rosalega gaman að klippa fram og borða banan. En það breytir því ekki að til lengri tíma leikir horfingars til Reykjavík. Það er víða tækifæri. Það eru lífskjörin betri, lífsúrvalið einfaldlega miklu meira. Reykjavík er nýr dagur fyrir okkur öll og landsbyggðin því miður ekki samkeppnishæf. Fundarstjóri, dómarar og andmælendur, kæru gestir. Ég er svo landsbyggðartúta. Ég nenni ekkert þessu Reykjavíkur bugli. Eftir ég var heimsfrægur fyrir leikminn í dagvaktinn sem bæði og mun svalara stús en órói, þá hef ég fast ekki yfirgefið Bjartmaður. Það mig hvaða staður og hvað líður mér best og hvað ætli þið MH-ingar að gera þetta í? Skikka mig til að fara til borgarna því það svo óg og gaman að vera í náttfötum í skólanum og hangi í suðurkjallunum og helvíti. Ekki fyrir mig. Og ég sé hann ógæsta orm aftur, þá borða ég hann. Og nei, ég er ekki að grínast. Það aðeins í því hvað töffarnir á landsbyggðinni eru miklu meira töff heldur töffarnir í Reykjavík. Hér á Skanum til dæmis við Arnar og Bjarka og þeir eru allavega hérna. Jú, og Gummi Kaupmannsson, hann svo frægur. Svo sem ekki Sigurbjartur, en samt drullu frægur. Og við lítum austur á Selfoss, þá eru Ingo Veðurguð, vestur á Ísafjarðar Helgi Björns. Á Egilsstöðum er hann Raflóðsormurinn og svo er það mamma sem að vil, sem er sko alveg oft í útvarpinu og svona. Það að segja mamma Simma. Ormurinn minnaði þegar gerum. Hann bara upp í fljóta, svamla og hafa gaman. Og ég var reynda að fara líka einnig að sagði ég verið ekki til, en ok. Og svo í Vestmannum. Ok, ég veit að það tennilega sé ekki á landsbyggðinni, þar sem það er ekki í Reykjavík og ekki á Íslandi. En samt, þar við ræningjan Árna Jóns og hann í guðakörni heimæði. Enda snillingur. Í Reykjavík finnur ekkert svo töffar. Ekki nema þetta er Þór Saari að töffari. Ok, hann vissulega minni en rautt dvergurinn, en samt ekki töffari. Hann það lítill töffari að Tussu-Tryggvi-Ringils sem ég bæði það í búinn með. Þingmaur í nýjustu bóksinu. Þingmaur. Gerðu sagnir þegar vorum að klára Bjartland á miðunni. Hann myndi aldrei nokkurn tíma búa í Reykjavík. Stór borg frá stórum manni sem reyndað með lítið tipi. En stór borg, engu að síður. Katrín Eitt, vorum við ekki enda á því að segja þér að fólk í höfuðborginni er færra núna enn fyrir 2009. Halló, hlusta. Katrín Eitt, það skárra að vera í raskatinn í Reykjavík því að jú, þú ekki Reykjavík. Talandi lítið tipi, Sigurbjartur. Ætlaðu að tala fólk sem þú þekkir eða koma með staðreyndir. Hver er þetta að vera 19 ára, Sigurbjartur, og hefur aldrei komið út á landsbyggðina? Sigurbjartur, það sést líka pínu á þér og þú hefur ekki komið út fyrir borgarmörkin. Hvernig er það? Skín ekki sól í Reykjavík? Svo þessi tímavörður. Er það ekki að grínast?
ekki gott að hafa mikið vatn. Það veldur bara stressi og endanlega einhverju verð. Sigurbjartur sagðist fyrir handið sem þá staðinn að reykingar hefðu betra en við landsbyggðarauðanir. Talaði fyrir sjálfan í félagi. Við höfum það bara drullu gott hérna í sveitinni og þurfum eitthvað svona listafólk eins og þig og vinið þína til að segja okkur fyrir verkum. Hér höfum við reynt vatn, fæskuloft og meira náungakærleik. Hvað meira þarf maður? Það eru landsbyggðarpleppar og þau heyri það á borginni. Haldið það sé ykkur tilviljun að maðurinn sem samfór okkur öll að pappa gæti grátið, að rigningin væri góð og að hásbyrnu fylgdi lífshætta sé út á landisteg. Það sko ekki tilviljun ágæti gestir, þetta er bara enn einn sönnun þess að málstæður M-náunga er ekki bara glataður málstæður, þetta er eitthvað sem landsbyggðarfólk ég myndi ekki skeina mig með. Og ég sem er vön að nota mosa. Aldrei myndi ég vilja gefa í skyn að þið séu að sóa blómaskeiði lífsins á sem æsiði spennandi stað. Nei, þvert á móti. Ég dáist að ykkur. Dáist að ykkur því ég er bara skít í menntunartækifæri, atvinnumöguleika, félagsskap, já bara í lífi. Þið eruð hetjur. Þið gangið með þess að svona að þið eruð ótrúlegasti hugtök eins og sveitasæla, og fegurð bara til þess að gera lífið ykkar aðeins bærilega. Takk Guð fyrir að láta mig ekki fæðast á Akranesi. Og það er ekki að þið hafa Akranes svo úgeislega mikið, heldur fyrst og fremst en þess að þá er ekki fengið að fæðast í Reykjavík. Reykjavík, vagga menningarlífs og framþróunar okkar ástkæra Íslands. Haldið þessi einhver tilviljun að öndvegishúlur Ingólfs Arnarsonar völdu Reykjavík. Reykjavík af öllum stöðum á Íslandi. Meira að segja öndvegishúlur sem er ekki svona með heila. Vissu samt að það er betra að búa í Reykjavík en á Brjónsandi. Svo ég tækjum sem dæmi. Ef þú skauð að djamma á dússabar í Borgarnesi, myndu af öllum líkindum enda því að fara heim með sögustelpuna í gær. Og vikuna þar áður, og vikuna þar áður, og bara öllum vikum þar áður líka. Og eftir ákveðið langan tíma hættir einfaldlega að gaman að fara heim með systur sinni. En í Reykjavík, þar getur þú farið heim með spaða ásnum. Það er ekki tilviljun að Reykjavík rímar við Svíþ. Helga sagði að íbúar landsbyggðarinnar sitji við minna stress. Já Helga, það má vel vera. Rétt eins og maður í einangrunarklefa hugsa upp á þitt. Hér stríðir mér enginn. Hekla sagði, Reykjavík, borg óttans, ég er svo hrædd. Hekla er Reykjavík ein af örgustu borgum heims og yfirþjónandi fyrir þig. Hvert í fjandanum getur þú þá farið? Ekkert og ennilega. Helga spurði kannski eftir þeim að skikka hana óviljaða til þess að flytja til Reykjavík. Nei, þú má bara búa þar sem þú vilt. Helst hér sá. Ekki vera meint mikið að koma til Reykjavík. Hekla sagði að í minni breiði þekkti maður alla. Hekla fólk sem aldrei kynast neinu. Ok, hlutið. Hekla talaði hávaðan, hraðan og lætin í Reykjavík. Vilt þú frekar búa í dauðaþögn, slow motion og lífsleiða? Hekla, er þú með boring personality disorder eða? Hekla talaði náttúrufræði út á landi. Já, auðvitað, mikið til heppin hér á Akranesi að geta séð þess að fallegu sementselsmiði á hverjum degi. Og fallegu eyðibýling á leiðinni. Ég er sem eitthvað algjört rastlun en þessi maður. Helga sagði að það byggir fleiri landsbyggðir, ekki sem að hann myndi bara ljúga svona í ræðikefnum. Já Helga, ég myndi hægt að nota mosa til að skeina sér. Ég myndi frekar fara til þvagfæralæknis. Þú finnir eins og þessi Reykjavík. Helga talaði að bíða í 3 korter eftir stæði. Frekar myndi ég vilja bíða í 3 korter eftir stæði þegar að bíða alltaf ekki eftir eitthvað spennandi myndi gerast í heimabyggðinni. Helga sagði að henni finnist landsbyggðin svo æðisleg. Helga, það skiptir ekki máli hvað þér finnst. Þitt huglega matur er ekkert með máli að gera. Það er mín rauk að segja að mér finnst það. Jón Axel finnst líka fallegt og ekki sitt vaskakár, en það er það ekki.
Góða gestir, ég svo heppin að vera fullkomlega fordómalaus gagnvart landsbyggðinni. Ég hafna bara öll grunnarskrifin jafnt. En Reykjavík hefur svo miklu meira. Þið eru með áhugamannaleikhús, við erum með atvinnuleikhús. Þið eru með verslun, við erum með verslunarmiðstöðva, 2. Þið eru með bar 800, við erum með 800 bar. Fundastjóri, dómarar, andmælendur, góðu fundamenn. Áður fyrir var erfitt að fara á milli staða að vetur til. Slæmi vegir alls staðar og ekkert malbygg út á landi. En við erum ekkert að leika í Dagalík og Sigurbjartur enginn Eggert Þorleifsson. Vatni og finni lyktina kaffi. Það er komið árið 2011 og meðan samgöngur hafa aldrei verið betri hér á landi, þá getið ekki talað um fjarlægðir á þessu sker. Lengsti kúkastaðir út fyrir landið frá Reykjavík eru Egilsstaðir og það eru bara örfáir kílómetrar, nokkrir KM. Maður maks einhverja 6-7 tíma að fara til Egilsstaðir frá Reykjavík í Bifröð og cirka 40 mínútur í svona fljúgandi vél. Þetta er eitthvað fjarlægðir lengur. Það er ekki alveg bónus og hagtök og svona stús út á landi. Þetta er ekki tengt til Suðurverið og fjölbrautaskólann sem liggur þar við hliðina. Í ykkar hverfi hafið ekki eins og bónus eða hagtök. Þið hafa bara landsbyggðarbúar að samkvæm strax, þannig að þetta kannski spara mikið. Og ég veit ekki hvað MHF haldið eiginlega séu. Hvernig haldið Akraness og aðrir starfar á landsbyggðinni séu? Afskekkt sveitaþorpar sem ekki finnast bíla. Haldið að maður með ljáin sé bara lifandi góðsögn og sá maður sé bara í hverju hlöðu. Við erum alveg með umferðarljós og stöðunarskyldu. Ég ári gemsa og næður sambandi með Nova. Ég hringi ekki vinið mína með bolla og þræði og sendi ekki dúfur með bréf. Ég hef aldrei á ævinni séð flöskuskinn. Við erum með matvörubúðir, fiskuvöruverslanir, banka og meira þess að hraðbanka. Þetta er allt annað en áður var. En keppnin hefur farið fram fyrir 20-30 árum. Síðan þá hafa kannski ætti MHF að breyta í þetta. En ekki í dag, góða gestir, ekki árið 2011. Svo er máttur internetin skífulegur. Takkið dagsins í dag, ég minn einn. Það er allt takk fyrir nýjum teknik. Pappi er hættur að móka flórinn sjálfur og það er ekki lengur að mjólka nautið. Þetta er allt gert með svona vélum og slúsið. Interneti hefur líka fært okkur landsbyggðina munaðri Reykjavík en áður. Ég get sko að tala við vinið mína sem búa ekki á sama stað ég í gegnum svona samskiptaforrit í Pentium tölvunum minni. Í den, ef mér langaði hamstur, þá ætti ég að finna hana viðvangi út af enginn í höfum stínu í búðatak. En núna, ef mér langaði hamstur, þá fer ég bara á dýran.is og panta mér hamstur. Og hann er sendur inn að sólurins heim til mín, sama hvar landin ég bý. Þetta er ekkert flókið. Sigurbjartur kom inn upp á það og lét eins og hann væri bara flottastur í heimum að því hann býr í Reykjavík. Ok, Sigurbjartur minn, ég skal segja þetta að þó þú hafi verið svaka fíntað með kringlu og þín þingból og þína leikara vinir, þá get ég alltaf rústaðir í keppni að telja skrúfur og nagla. Ég var nátt sumar í kaupfélag Austur-Húnvetninga. Fyrir utan það, þá er ég fáránlega flottur. En þú er flottastur. Sigurbjartur sagði þetta fullvissum að það væri betra að búa í Reykjavík en á landsbyggðinni. Já, ok, veist þú þetta bara? Rennir að sína með mælistíkan svo notaði síðast um mandrétta. Ég hef mjög mikinn áhuga á svona aðtöðum. Og Katrín, voru gálu svörin bara búinn, svo þá kannst að gera grína fína hárinu mínu. Svona einum að greina ræði. Katrín 2. Það er ekki stafsetningur í sem mestir að bæ, Reykjavík. Ef frjóskotahannum er virkilega hættur en það er að drepast úr svifryksmengun, það er hættulega að anda sér loftinn í Reykjavík, þetta er að reykja. Sigurbjartur og Katrín. Hvernig getið þið sagt að Reykjavík sé örugg þegar líkamsárásar er næst í daglegu viðburði? Voruð þið kannski öll lamin í hausinn? Góða fundamenn, mér er ótrúlega vel að því að vita því að lífsgæðin mín eru mun betri enn í forfeðrum sem byggðu þessa sveit. Ég hef allt til alls og þarf ekkert meira. Ég þarf ekkert að vera lattidrekandi leikar í þingkolluna sem fer á hemm og balda staði bara til að líða vel. Heimili þarf ekki að vera innan mörg þúsund önnur heimili. Heimili er það sem mér líður best með mínu fólki. Þá getur gestir, hér er mitt heimili.